Já, komið þið sæl. Við erum hér stödd í Sjólist, húsi Unu Guðmundsdóttur í Garði. Og við ætlum hérna í kvöld að afhenda viðurkenningar fyrir jólahús og ljósahús Suðurnesjabæjar 2020. Nú, auk þess verða hér ýmis atriði. Hún Erna Marsibil Sveinbjarnardóttir, sem veit allt Unu Guðmundsdóttur og Sjólist. Hún ætlar hér að fara yfir sögu hússins og Unu og segja frá því sem hefur verið að gerast hér undanfarin, misseri og ár. En við fáum líka hér tónlistaratriði, frábæri tónlistarmenn í Suðurnesjabæ sem ætla að flytja hér lög fyrir okkur í aðdraganda jóla. Það eru þau Smári og Fríða Dís Guðmundsbörn sem hafa gert Garðinn fræga meðal annars í hljómsveitinni Klassat. Síðan munu þau koma líka feðginin Vigni Bergmann og Una María Bergmann ásamt Katrínu Ardísardóttur og þau ætla að flytja einnig nokkur lög. Nú, við ætlum auðvitað að upplýsa hvaða hús eru fyrir valinu í ár sem ljósahús og jólahús og einnig ætlum við að veita viðurkenningar fyrir, hvað maður segja, skemmtilegar skreytingar. Það eru tveir aðilar sem fá slíka viðurkenningar. Nú ætlum við að fá hér hana Ernu Marsibil Sveinbjarnardóttur sem hefur starfað í hollvinum Unu og mikil áhuga manneskja og þekkir vel til sögu Unu Guðmundsdóttur og Sjólistar hússins og hún ætlar hér að fræða okkur það allt saman. Gjörðu svo vel, Erna. Sæl og blessuð öll. Að eiga sér verðugan tilgang og vinna þrotlaust að honum, það leyndarmál lífs sem vert að lifa. Þessi orð sagði spakur maður sem var uppi þar síðustu aldamót. Segja má þá mörgu sem hafa komið að endurgerð Sjólistar á einn eða annan hátt, hafi átt sér verðugan tilgang. Nú sit ég hér í eldhúsinu hennar Unu í Sjólist og óhjákvæmilega ber ég það saman í huganum við það hvernig var að sitja hérna fyrir 4 árum síðan. Það töfralíkast að upplifa breytinguna, svo vel hefur tekist til í alla staði, við alla framkvæmdir, hugsað fyrir hverju smáatriði og vandað til allra verka eins og best verður á kosið. Það var valinn maður í hverju rúmi við þetta verk. Skiphóll blað allra garðmanna nýútkomið og ekki einu sinni búið að bera því öll hús, skils mér. Þar góð grein eftir Hörð Gíslason Unu Guðmundsdóttur og endurgerð Sjólistar. Hvet ég alla áhugasama til að lesa þá grein. Og ég fer svo sem ekki nákvæmlega í allar framkvæmdir hér. Þegar Una lést árið 1978 þá arfleiddi hún Gerðarhrepp á húsinu sem seinna varð Sveitafélagi Garður og nú Suðurnesjabær. Það má segja að Sveitafélagið og hollvinafélag Unu Guðmundsdóttur í Sjólist hafi tekið höndum saman að gera húsið sem friðað, byggt árið 1890. Endurgerð hússins hófst síðan í ágústmánuði 2016, fyrir rúmum 4 árum síðan. Þegar endurgerðin hófst var það svolítið eins og að opna Pandórubox. Þegar var byrjað þá kom alltaf eitthvað nýtt í ljós sem þurfti að laga og gera upp. Þetta vill gerast þegar gömul hús eru tekin í gegn. Nú sitjum við hér og getum ekki dást að öðru en dást að vel unnu verki.
Fyrir hönd stjórnar Hollvinafélags Unu Guðmundsdóttur vil ég þakka innilega öllum þeim sem koma að þessu verki. Sumir þeirra þekktu Unu á sínum tíma eða hefðu heyrt hana og hennar göfugu störf. Feðgarnir Ásgeir Kjartansson og Bjarki Ásgeirsson höfðu veg og vanda af allri smíði og framkvæmd. Það gerðu þeir af einstakri natni og útsjónarsemi. Þeir fá innilega þakkir fyrir. Það fær einnig Magnús Skúlason arkitekt frá Minjastofnun sem teiknaði breytingarnar og veitti ráðgjöf, var alltaf tilbúin til skrafs og ráðagerða. Þakkir fá einnig SI raflagnir sem sáu rafmagnið, Benni pípari, Dúgling lagningamenn og málarar, gröfuþjónusta og allir þeir sem koma að þessu en hafi ekki verið nefndir fá þakkir fyrir sitt framlag. Sigurður H. Guðjónsson, húsasmíðameistari frá Bárugerði í Sandgerði, smíðaði gluggana í húsið og tók ekki krónu fyrir vinnu sína. Þetta gerði hann sem virðingarvott við Unu. Hann var einnig fengill til að smíða útihurðir hússins. Blessuð sé minning þess góða manns. Fleiri sandgerðingar hafa lagt verkefninu lið. Óli Baldursson yfirtekti eldhússtólana sem hér eru og tók ekkert fyrir. Þeir eru gamlir og voru farnir að láta á sjá en eru nú sem nýir. Hafi hann bestu þakkir fyrir. Hollvinafélag Unu Guðmundsdóttur hefur getað lagt sveitarfélaginu til fjárhagslegan stuðning. Þökk sé velunum félagsins og 2 sjóðum sem ár eftir ár hafa styrkt verkefnið. Það annars vegar húsafriðunarsjóður og hins vegar uppbyggingarsjóður Suðurnesja. Við erum þeim afar þakklát fyrir að standa svona vel við bakið á framkvæmdunum. Einnig öllum öðrum styrktaraðilum sem hafa sent okkur fé til styrkta málefninu á áheit. Töluvert hefur verið að fólk heitir á félagið og það hefur gengið eftir. Öllu því góða fólki þakkað af öllu hjarta. En aðeins að sögunni. Hver var Una sem bjó í Sjóliðst og verið að minnast á þennan verðuga hátt með að endurbyggja húsið hennar. Hennar vert að minnast fyrir margra hluta sakir. Hún var fædd árið 1894 og bjó í garðinum alla sína tíð. Hér vann hún á einstakan hátt af mörgum samfélagsverkefnum. Meðal annars var fyrsta bókasafnið á Suðurnesjum á loftinu í Sjóliðst í hennar umsjón. Gunnar M. Magnús rithöfundur skrifaði hana bók sem hann nefndi Völvu Suðurnesja en hún kom út árið 1968 og var endurútgefin 10 árum seinna eftir lát Unu. Í bókinni nefnir hann Unu sögukonu. Hollvinir hafa skilgreint Sjóliðst sem söguhús Unu. Í Sjóliðst bjó einnig Stefanía fósturdóttir Unu og Stefán bróðir hennar, að minnsta kosti þegar hann var hér heima í garði. Í Gerðahverfinu í Efri Sjóliðst bjó einnig Æsa systir Unu og hennar fjölskylda. Allt í kringum hana voru nágrannar og vinir sem virtu hana. Og hún var þjóðþekkt fyrir dulræna hæfileika sína. Allir gátu leita til hennar með áhyggjur sínar og liði betur á eftir. Hollvinafélag Unu Guðmundsdóttur var stofnað þann 18. nóvember 2011 og verður því
10 ára í haust. Þetta var afmælisdagur Unu sem félagið var stofnað. 100 manns sóttu stofnfundinn og gerðust flestir félagar. Hugmyndina að félaginu átti Guðmundur Magnússon kvikmyndagerðarmaður og hópur fólks með honum sem þekkti og þótti vænt Unu. Þegar félagið var stofnað hafði sveitarfélagið gert samning við Hollvinafélagið notkun á húsinu. Stjórn félagsins hafði húsið opið helgar og boðið var upp á kaffi og með því og spjall gamla daga og ýmislegt rifjað upp. Lá nærri að 300 manns kæmu árlega í húsið. En það var orðið hvorki vindhelt eða múshelt og alveg komið að niðurlotum. Þá var komið að framkvæmdum við endurbyggingu og var öllum húsmunum pakkað niður og komið í geymslu. Síðan eru liðin rúm 4 ár en sagt að góðir hlutir gerist hægt. Það skal viðurkennt að stjórnarfólk var stundum óþolinmótt. En það voru næg verkefni samt á meðan að endurbótin stóð. Gleðin var einnig mikil og ómæld þegar þessari vegferð var lokið á afmælisdegi Unu 18. nóvember 2020. Nú ef við lítum til framtíðar, þá hún í okkar höndum. Vilji okkar stendur til þess að starf í húsinu sé í anda Unu Guðmundsdóttur. Í sumar var gerður samningur við sveitarfélagið að sjá húsið og því sem þar fer fram til 31. maí 2024. Þegar við komumst út úr kófinu hefjumst við handa. Það verður tekið á móti gestum, boðið upp á kaffi og með því fræðslan verður í forgrunnin og sögur sagðar í Sjólist, söguhúsi Unu Guðmundsdóttur. Bókasafn verður aftur á loftinu eins og var. En fleirum þarf að þakka. Ég veit ekki nokkurt sveitarfélag sem á sama hátt hefur unnið með nýstofnuðu félagi eins og sveitarfélagið Garður eða Suðurnesjabær hefur gert. Þakka ber bæjarstjórnum á þessum tíma. Fremstan vil ég nefna Einar Jón Pálsson, forseta bæjarstjórnar, en hann sat í stjórn Hollvinafélagsins árabil og alltaf mátti leita til hans hvað sem var. Jóni Ben Einarssyni, sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs, hefur verið okkar tengiliður. Hann fær miklar þakkir fyrir þolinmæðina þegar okkur fannst allt seinaganga. Magnús bæjarstjóri fær þakkir fyrir sitt framlag og svo mætti lengi telja. Síðast en ekki síst vil ég þakka því frábæra fólki sem situr með mér í stjórn Hollvinafélags Unu Guðmundsdóttur í Sjólist. Mörg hver höfum við setið saman í stjórn frá stofnun félagsins og staðið vaktina og leitast við að gera það sem þurfti að heiðarleika og alúð, að hætti Unu. Hjartans þakkir öll fyrir að vera með mér á þessari vegferð. Með þá von í brjósti að vel takist til framhaldið og kærleikur og hlýja ríki í litla húsinu við hafið, Sjólist, munum að við eigum okkur ennþá verðugan tilgang og munum vinna þrotlaust að honum. Nú ætlum við að fá hérna tónlistaratriði og þau ætla að vera hér saman systkinin, Smári og Fríðadís Guðmundsbörn úr Sandgerði sem hafa gert Garðinn frægan með hljómsveitinni Klassat og eru frábærir tónlistamenn. Þau ætla hérna að flytja fyrir okkur nokkur lög. Gjörið svo vel.
Góðir gestir, nær og fjær, við erum hljómsveitin Klassart. Gleðilega hátíð og njótið kvöldsins. Nú held ég heim á ný, þó heldur sé hann kaldur og þó bæti bylinn í og bíti frostið kinnar mér sem galdur. Nú held ég heim á leið, þó heldur sé hann napur og þó gatan enn sé greið, þá geng ég hana ofurlítið dapur. Því það snjóar í hjarta mér, það snjóar, bara þú snjóar. Samt held ég heilög jól, þó harðir blási vindar og í sæjur austri sól sem allar sorgir blindar. Núna held ég heim til þín, uns hringhvít fönnin felur sporin mín. Samt geng ég hana ofurlítið dapur, því það snjóar í hjarta mér, það snjóar, bara þú snjóar. Samt held ég heilög jól, þó harðir blási vindar, þá rísa úr austri sól sem allar sorgir blindar. Núna held ég heim til þín, uns hringhvít fönnin felur sporin mín. Núna held ég heim til þín, uns hringhvít fönnin felur sporin mín. Upplýst jólatré á torginu, taumlaus umferð niður í bæ. Milli búða fer viðdúðað fólk, skammdegið fær annarlegan blæ. Þorláksmessu kvöld er hátíð út af fyrir sig. Forleikur að jólunum, margir kaupa og hlaupa við fólk til þess að ná í fallegt og út allt er barnamett, því jólasveinninn er víst enn á ferð. En hvaðan kemur með, það veit ei nema bara gamall jólasveinn. Litlu fólki gengur illa að sofna í kvöld, það vill helst ei fara í ból og þau þrá morgundaginn, því þá koma gleði, koma gleði, koma gleði.
Já, við erum ekki hætt með tónlistina því að nú ætlum við að fá tónlistaratriði frá þeim feðginum Vigni Bergmann og Unu Maríu Bergmann úr Garði sem ætla að syngja hér eða flytja lög ásamt Katrínu Ardísardóttur og gjörðu þið svo vel. Þegar amma varð engill á himninum há, var heimilið dapurt og sorglegt að sjá. En óskanna stjarna á aðfangadag, mér ömmu þá sendi með himneskum brag. Hún amma hjá mér jólin, til að baka, til að taka, til að maka með mér. Í kyrtlis og hvítu með vængi og með kökugerðarsvunduna mittið á sér. Með vængjana blaki var rykið á braut, svo bjó hún úr hári sér glitrandi skraut. Og gólfið hún bónaði bendingu með, svo betra gólf bónað ég aldrei hef séð. Hún amma hjá mér jólin, til að baka, til að taka, til að vaka með mér. Í kyrtli með hvítu með vængi og með kökugerðarsvunduna mittið á sér. Í eldhúsi rjúpurnar reytt hún af snild og rappað daginn og veginn að vild. Í sérrið fór hún svo fínt við og fékk sér í nefið af íslenskum sið. Ofskúffan 18. sortina sá, að síðustu amma loks settist mér hjá og sagði mér sögur og kvæði hún hvar. Þá komu loks jólin, já þannig var það. Hún amma hjá mér jólin, til að baka, til að taka, til að vaka með mér. Í kyrtlis og hvítu með vængi og með kökugerðarsvunduna mittið á sér. Til að baka, til að taka, til að vaka með mér og með kökugerðarsvunduna mittið á sér. Hann var engill. Jólin, jólin alls staðar, með jólagleði og gjafirnar.
Jæja, þá er komið að því að við ætlum að upplýsa hvaða hús eru ljósahús og jólahús Suðurnesjabæjar árið 2020. Nú Ferðasafn og menningar á Suðurnesjabæjar hefur haft það verkefni að velja þessi hús og það hefur verið mikið að vera hjá ráðinu núna undanfarið í því verkefni að komast að niðurstöðu í málinu. Nú þeim tókst það nú fyrir nokkrum dögum og það hefur ríkt mikið leynd yfir niðurstöðu ráðsins. Nú Ferðasafn og menningarráð vill þakka íbúunum fyrir ábendingarnar. Það komu fjölmargar ábendingar hús til þess að skoða og velja úr og það hjálpaði ráðinu í sínum störfum. Nú við ætlum þá að upplýsa í fyrsta lagi hvaða hús er ljósahús Suðurnesjabæjar 2020. Ljósahús Suðurnesjabæjar er Hlíðargata 43 og við munum afhenda þeim sem eru eigendur á því húsi gjafabréf frá HS Veitum að upphæð 20.000 krónum og einnig blómvönd og konfektkassa. Nú næst ætlum við að upplýsa hvað er jólahús Suðurnesjabæjar 2020 en það er Dynhóll 6 og við munum afhenda þeim einnig gjafabréf frá HS Veitum að upphæð krónur 20.000 ásamt blómvönd og konfektkassa.
Að þessu sinni ætlum við að veita sérstaka viðurkenninga fyrir skemmtilegar skreytingar og það eru 2 hús sem fá þau verðlaun. Það er í fyrsta lagi Gauksstaðavegur 2 í Garði og Holtsgata 34 í Sandgerði. Og við munum afhenda þeim eigendur þeirra fallegu húsa sínar viðurkenningar. Suðurnesjabær þakkar HS Veitum fyrir rausnarlega gjafir sem hafa verið færðar þeim sem hafa unnið til verðlauna og við óskum viðkomandi aðilum til hamingju með viðurkenningarnar og reyndar þökkum við bara íbúum sveitafélagsins almennt og húseigendum fyrir það hvað fólk er duglegt að skreyta hús sín með ljósaskreytingum og jólaskreytingum núna í dimmasta skammdeginu. Og það sannarlega lýsir upp samfélagið okkar. Jæja, þá er komið að lokum þessa dagskrá hjá okkur. Ég þakka öllum fyrir þeirra framlag, tónlistarmönnum og öðrum sem lögðu hönd á plóg og Ernu fyrir sögu sjólistar og Unnu. Ég þakka Hilmari Braga frá Víkurfréttum kærlega fyrir samstarfið. Hann sá að festa okkur á mynd. Suðurnesjabær óskar íbúum sínum gleðilegra jóla. Við upplifum núna óvenjulega tíma jólahátíðina. Við þurfum að breyta okkar siðum og venjum frá því sem við þekkjum og höfum upplifað áður. En vonandi munum við komast í það aftur að geta hitt okkar ættingja og vini og fjölskyldur á næstu jólum. Það eru ýmsir sem þurfa því miður núna að upplifa jólin með öðrum hætti heldur en við hinn. Við sendum þeim öllum baráttukveðjur og batakveðjur, þar sem það á við. Já, leið og við óskum öllum gleðilegrar jólahátíðar. Þá skora ég okkur öll að taka nú undir með þeim Unnu Maríu og Katrínu sem ætla að syngja fyrir okkur og með okkur lagið Heimsum ból. Gjörðu svo vel. Sun.